Gjaldmiðill er eitthvað sem við notum til að borga fyrir vörur og þjónustu. Á Íslandi notum við gjaldmiðilinn króna sem er skammstafur KR, íslensk króna. En sá gjaldmiðill er í raun ekki notaður í neinu öðru landi. Þetta er einn minnsti sjálfstæði gjaldmiðillinn í heimi. Í öðrum löndum nota menn ýmist sinn eigin gjaldmiðil, eins og í Noregi nota menn norsku krónuna. Í Danmörku nota menn dönsku krónuna, en danska krónan er örlítið frábrugðin til dæmis norsku krónunni og íslensku krónunni, af því að hún er tengd við evruna. Evran er svo enn annar gjaldmiðill sem er notaður í mörgum löndum, sem eru öll hluti af Evrópusambandinu, en þau lönd sem eru í Evrópusambandinu eiga möguleika á að taka upp evru, leggja niður sinn gjaldmiðil og taka upp evruna. Síðan notaður bandaríkjadollar í mörgum löndum og svo framvegis. Hér áður var gengi gjaldmiðla tengt við gull, verðmæti á gulli, hvað menn voru tilbúnir að borga fyrir gull. Og vegna þess að gjaldmiðill er í raun, þegar ég fæ seðil sem ástendur 1000 krónur, þá er þessi seðill í raun ekki verðmæti, heldur er hann ávísun á verðmæti. Í gamla daga, þegar að gull var ennþá tengt við gjaldmiðla, þá stóð á flestum gjaldmiðlum að þú fengir andvirði 1000 króna í gulli fyrir eina pening. Og þá var peningurinn í raun bara ákveðið mikið af, stóð fyrir ákveðið mikið af gulli. En í dag er þetta tengt við verðmæti og þetta tengist svolítið trausti líka, því að gengi gjaldmiðla eins og íslensku krónunar, það breytist eftir því hvernig okkur gengur í viðskiptalífinu og hvernig gengur að sigla þjóðarskútunni eins og talað um. Þannig að gjaldmiðlar, þeir lækka í verði og þeir hækka í verði. Íslenska krónan er frekar sterk núna. Það þýðir að aðrir gjaldmiðlar eru tiltölulega ódýrir fyrir okkur. Það er ódýrt fyrir okkur að kaupa vörur sem eru fluttar inn og það er tiltölulega ódýrt fyrir okkur að fara til útlanda. En á sama skapi er dýrt fyrir ferðamenn að koma hingað og eyða peningunum sínum hér. Þannig að þetta breytist allt saman. Íslenska krónan hefur sveiflast mjög mikið síðustu áratugi og á líklega eftir að gera áfram. Þannig að hvað þetta ástand varir lengi, það verður bara komið í ljós.